Velkomin á listahátíð barna í Reykjanesbæ og nú partíið byrjað, góða stundir. Alla, Baun, hvaðan kemur þetta nafn? Herði, Baun, það kom til okkar fyrir 2 árum. Það er hérna BA sem stendur fyrir barn og svo UN sem stendur fyrir ungmenni, þannig að þetta er barna- og ungmennahátíð í Reykjanesbæ. Og þetta nafn kom til okkar frá honum Davíð Erni Óskarsyni, grafískum hönnuði, sem að fékk þessa hugmynd. Og eins og nafnið gefur til kynna, þá er þetta mikil barna- og ungmennahátíð. Hvað er það helsta svona sem er á döfinni? Já, það er alveg rétt. Það helsta sem er á döfinni er baunabréfið. Öll leikskólabörn og grunnskólabörn í 1. til 7. bekk fá baunabréfið afhent og horfa á svona baunamyndband þar sem að baunirnar leiða börnin í gegnum þetta baunabréf sem að er eins konar, ekki kannski ratleikur en samt sem áður svona stimpil. Já, þetta er svona stöðvar sem að börnin fara á ungmennin í Reykjanesbæ þar sem við erum að vekja athygli á því hvað er í boði í bæjarfélaginu ásamt því að við erum með fjölmarga viðburði sem eru sérstaklega vegna baunar sem að börnin geta farið á og þau fá stimpil í baunabréfið þegar þau hafa sótt viðburðina. Þannig að er eitt af markmiðunum með þessu að kynna fyrir börnunum og ungmennunum hvað er í gangi í bæjarfélaginu? Já, það er helsta markmið. Það er að sýna hvað er í boði í bæjarfélaginu og vekja athygli á því og sérstaklega reynum við að vekja athygli á því sem er nýtt. Eins og í ár þá erum við að vekja athygli á þrautabrautinni í Njarðvík við Stórahólinn við Kamp. Hún er glæný og við ætlum að vígja hana núna á Baun og eins erum við með Æslabelginn á Ásbrú, við erum með fuglaskoðunarhúsin, þannig að þetta snýst um það líka, já, að sýna hvað er í boði í bænum. Þannig að það er búið að vera að gera fullt af hlutum sem að höfða til yngra fólksins í bæjarfélaginu. Algjörlega, og á hverju ári hefur við verið að sýna eitthvað nýtt sem er í boði í bæjarfélaginu, þannig að já, algjörlega. Það er freistandi að spyrja þig út í stórt hlutfall af krökkum frá öðrum löndum sem hafa komið og sest í það. Hvernig gengur það eins og í þessu? Sko, við erum alltaf að reyna, við getum gert svo miklu betur, það er alveg ljóst. Við erum með nýbreytni í ár þar sem við settum QR-kóða á baunabréfið, þannig að ef að börnin fara inn á QR-kóðan, þá getur þau séð baunabréfið Google Translate-að. Eins á þrautastöðvunum okkar eru QR-kóðar, þannig að þar eru spurningar sem börnin þurfa að leysa og þannig að þau getur líka fengið það á ensku og þá setta yfir á sitt tungumál. Þannig að við erum að reyna að gera allavega eitthvað en það er þetta mjög krefjandi og það er bara áskorun sem við þurfum að halda áfram að reyna að gera betur. Það er mikill fjöldi hérna við setninguna. Eru allir leikskólar og grunnskólar að mæta eða? Á þessari setningu eru elstu leikskólabörnin sem að ég held að við séum með eitthvað rúmlega 300 börn núna sem að koma á þessa setningu. Og já, mikil spenna og gleði. Þetta er sýningin þeirra sem er hérna inni í listasal og svo eru grunnskólarnir með sýningu hér og þeirra setning var í raun og veru í gær og líka hjá fjölbrautaskólanum sem er hérna innar. Þannig að núna eru leikskólarnir í aðalhlutverki. Þannig að krakkarnir eru búin að vera að gera fullt af hlutum fyrir þessa hátíð sem er verið að sýna hérna. Já, algjörlega. Og þau eru hérna í Safnahúsum er listahátíð barna og ungmenna sem að þau eiga allan þátt. Þau hafa gert allt sem er hér. En svo gerðum við líka annað. Við settum út svona hugmyndasöfnun fyrir Baun. Þar sem við spurðum börn, hvað viljið þið hafa á Baun? Og það eru sérstaklega merktir viðburðir í baunabréfinu sem koma frá þessari hugmyndasöfnun. Það er auðvitað ótrúlega gaman að geta verið fullviss um það að það sem við erum að bjóða upp á er sérstaklega fyrir þar sem þau vilja. Það er mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Þannig að það er bara, þetta tekur svolítið tíma, þetta er á aðra viku eða ekki? Jú, þetta er 11 daga dagskrá, fyrsti dagur í gær og við erum með dagskrá alveg til og með 7. maí. Þannig að já, og eitthvað frábært að gerast á hverjum einasta degi, alla dagana.